Sumarið 2017 kortlagði Náttúrustofa Suðausturlands eyju í Jökulsárlóni sem kölluð Skúmey og skráði allt lífríki þar. Markmiðið var skráning jarðmenja, fjölbreytileika og tegundasamsetningu plantna, padda og fugla. Verkefnið var unnið í samstarfi við Náttúrustofu Austurlands, Fuglaathugunarstöð Suðausturlands og Vatnajökulsþjóðgarð. Skúmey birtist undan jaðri Breiðamerkurjökuls á 8. áratug 20. aldar. Og hvarf jökullinn af eyjunni á rúmum 2 áratugum. Skúmey var orðin að fullu jökulvana síðustu aldamót. Litaðar línur marka stöðu jökuljaðarsins hvert ár. Yfirborðið er að 2/3 hluta grýtt jökulurð samsett úr margbreytilegum bergtegundum. 1/3 yfirborðsins er jökulárset, framburður jökulkvísla frá hopandi jökli. Mikið af urðinni bar Esjufjallarönd með frá Esjufjöllum. Skúmey virðist í fyrstu vera ógróin. Það á við þann hluta sem síðast kom undan jökli. Annars staðar sést mosagróður, grös á stangli og smávaxin blóm. Á skika eru stórgerðari jurtir og runnar. Að meðaltali 20% gróðurþekja í eyjunni. Rannsóknarreitir voru settir upp á 4 stöðum. Á misgömlum svæðum á eyjunni. Í reitunum voru gerðar athuganir á gróðri og þéttleika hans. Meðalþekja gróðurs reyndist mest þar sem jökullinn hvarf fyrst. Við sömu reiti var skoðað pöddulíf. Voru grafnar niður fallgildrur en í þær safnast pöddur. Lok sett yfir til að hindra að rigning fari ofan í ílátin. Sýnin eru sótt sólarhring seinna. Alls fundust 54 tegundir padda í Skúmey. Algengastar voru tvívængjur og bjöllur. Fuglalíf var einnig skoðað í eynni. Talin voru hreiður helsingja. Reyndust þau vera 968 talsins. Er eyjan stærsti einstaki varpstaður helsingja á Suðausturlandi. Hér sést hve hreiðrunum hefur fjölgað frá árinu 2014. Rauðar stjörnur sýna hvar hreiður annarra fuglategunda fundust. Er helsingi ríkjandi varptegund í eynni.
Talin voru egg í öllum hreiðrum. Eitt helsingahreiður var með 12 egg. Annars voru 4 egg algengust. Það kom á óvart hve mikið líf leyndist í þessari litlu hrjóstrugu eyju. Skúmey er einstakur staður til að fylgjast með landnámi lífríkisins eftir að land kemur undan jökli. Af þeirri ástæðu var óskað sérstakrar friðunar. Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs samþykkti friðun í desember 2017. Er eyjan lokuð allri umferð nema í vísindalegum tilgangi.